Komið í sæl, Elvar Smári Sævarsson heiti ég og ætla að vera hérna með stutta kynningu á IAK enga og styrktarþjálfunar námi sem að Fjölbrautaskóli Suðurnesja tók inn hjá sér haustið 2024. Og forsaga málsins, eða námsins getum við sagt, er að í upphafi var stofnuð Íþróttaakademía í Reykjanesbæ sem var skammstöfuð IAK og þaðan kemur þetta forskeyt hjá IAK enga og styrktarþjálfun sem byrjaði að kenna nám þessu tengt og árið 2007 tekur Keilir við þessu námi og kennir það alveg til ársins 2024 þegar FS tekur við. Árið 2018 þá er námið tekið inn í íslenska framhaldsskólakerfið má segja og námsbreytin verður svona viðurkennd af menntamálaráðuneytinu. Og námið eins og segi færist yfir í Fjölbrautaskóla Suðurnesja haustið 2024 og leið er námsbrautin eða uppfærð námsbraut tekin til kennslu og stærsta breytingi þar má segja að þá er enga og styrktarþjálfun tekin saman undir einn hatt sem að var kennt svona á tveimur aðskildum brautum áður í Keili. Engaþjálfun versus styrktarþjálfun, hver er munurinn á þessu? Það er nú svona bara spurning hvaða skilning fólk leggur í þessi orð, en engaþjálfun var allavega svona meira fyrir almenning, þjálfun fyrir almenning og styrktarþjálfun var þá svona meira þjálfun sem var tilenguð fyrir íþróttafólk. En vissulega er engaþjálfun líka styrktarþjálfun í sér, þar sem við erum að bæta við styrk. Svo ég útskýri aðeins þessi tvö hugtök. Og stefnan hjá okkur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja varðandi þetta nám er að bjóða upp á framúrskarandi nám í enga- og styrktarþjálfun hér á landi. Og þetta er eini skólinn sem er að kenna þessa námsbraut. Og markmiðið er að útskrifaðir nemendur verði mjög vel undirbúnir til starfa sem enga- og styrktarþjálfarar. Allir kennararnir sem koma að náminu eru sérfræðingar á sínu sviði og hafa menntun og reynslu í stíl, þannig að við erum mjög vel mönnuð hvað þetta varðar. Fyrirkomulag námsins. Námsbrautin er í heild 3 ár frá grunni og telur 170 einingar. Þar af eru svokallaðir undanfara áfangar 100 einingar sem eru svona almennir áfangar á framhaldsskólastigi, enska, danska, íslenska og þess háttar. Og svo er sérgreinar hlutinn, þar sem við erum að fara í rauninni þetta IAK þjálfara nám, 70 einingar, sem er þá sérgreinar námsins. Og það er þetta 3. ár. Og fyrirkomulagið á 3. árinu er fjarnám með staðlótum. Það er allt sem mögulega getur verið kennt svona í gegnum tölvurnar er kennt þannig og svo eru staðlótur til þess að þjálfa verklega hlutan. Og hér sjáum við hvernig námsbrautin lítur út í heild sinni. Kjarninn svokallaði eða forkröfurnar eða undanfararnir, þetta eru kannski 3 orð sem er að lýsa sama fyrirbærinu. Það eru þessir hérna sem eru efst í kassanum og sérgrein áfangarnir eru svo merktir hérna fyrir neðan sem að telja 70 einingar. Og áfangarnir sem eru hluti af sérgreina árinu og kenndir á sérgreina árinu eru á haustönn vöðvafræði sem við köllum stundum vöðva- og hreyfifræði 1 og svo það hreyfifræði sem við köllum gjarnan vöðva- og hreyfifræði 2. Þessir 2 áfangar hanga mjög saman þar sem verður að fara í upptök og festur og vöðvum og hvaða starf þeirra og svo framvegis og hvaða æfingar við gerum til að þjálfa hérna þessa vöðva. Svo það þjálfunarlífeðlisfræðin, eða þjálffræðin, íþróttasálfræði, næringafræði, svona íþróttatengt og markaðsfræði. Það farið í svona hvernig enga styrktarþjálfar geta markaðsett sig, þannig að fólk fær svona grunnskilning á hvernig markaðsfræði virkar. Vornin, það eru mælingar og greiningar, þar erum við að fara svona í ástandsmælingar á skjólstæðingum, líkamssamsetning, styrkur, hreyfanleiki og svo framvegis sem að í framhaldi
gerir okkur færari til þess að búa til gott einstaklingsmiðaða þjálfunaráætlun. Svo er að komið að þjálfunaráætlanagerð eða prógramagerðinni sem við erum að raða saman æfingum fyrir fólk að gera. Það eru 2 áfangar sem að fara í það. Svo er að styrktarþjálfun sem er stór kúrs, 10 æfingar, þar sem að er tekið á allir íþróttatengdir þjálfun. Íþróttameiðsli og svo er áfangi sem við köllum starfsumhverfi enga- og styrktarþjálfara og þetta er svona vettvangsnámsáfangi. Það sem að meðal annars er farið í heimsóknir á stöðvar og nemendur taka að sér einhvern til þess að þjálfa. Hérna sjáum við skipulagið fyrir haustönina núna næst, haustið 2026 og það er ágúst, september, október, nóvember og desember og þeir dagar sem eru litaðir, þeir tákna einhvers konar mætingu, annarkvort á staðinn eða við tölvuna. Það eru fjarfundir líka í þessu námi og svo eru staðlóttur, það sem þarf að mæta á staðinn út í Reykjanesbæ. Og þeir reitir sem eru merktir svona með Teams-merki eins og þessir hérna fyrstu 3, þeir tákna svona fjarnámslotu. Og þessi fyrstu dagar hér eru kynningafundir fyrir áfangana sem eru að fara af stað og eru bara stuttir, taka kannski bara hálftíma mestalagi frá 5 til 17:30 skráð hérna inn. Hér á grænadeginum eru 2 áætlaðir, þess vegna er þetta skráð frá 5 til 6 og svo eru aðrir dagar litaðir með Teams-merki og tímasetningin frá 5 til 7 og þá táknar þá fjarnámslotu í viðkomandi áfanga. Þetta er næringafræðin hér og það er skyldumætingið þetta og fyrir fram að tölvuna þar að segja, þau fara fram í gegnum tölvuna, það er ekki að mæta á staðinn og svo eru þessi dagar sem eru litaðir og ekki með Teams-merki, þar er skyldumæting sem dæmi þessi hér, hérna er nú próf, ég þarf að mæta í hús og taka próf í kannski klukkutíma og annar hér í sama áfanga, hérna hef ég reynda sett inn frjálsa mætingu og það er sérstaklega tekið fram hér að það er ekki skyldumætingi þennan þessa staðlótu hér. Þetta er svona æfingadagur fyrir lokaprófið fyrir þá sem að kjósa það. En ef við kíkjum svo hérna á daga í október, hér eru 3 dagar í röð sem er skyldumæting í alla. Tímasetningin er skráð hérna 9 til 4 og þessar lotu fara fram í húsnæði Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þannig er þetta nú allt saman hugsað, þannig að Teams-merkið er fjarnámslota, 2 tegundir af fjarnámslotum, það er annars verið þessi kynningafundir sem eru fyrst, það eru bara stuttir og svo eru þessi sem eru partur af hverjum áfanga og það er að mæta hér 5 til 7. Og svo hérna er búið að setja inn 3 prófadaga, það er ekki víst að þessi akkurat þessi dagar hér, þessi 3, heldur fara þau fram hérna í þessari viku, gæti annars verið á 5. eða 1. Og hér sjáum við myndir úr aðstöðunni sem við höfum til afnota. Þetta er í íþróttahúsinu hérna við Sunnubraut í Reykjanesbæ, þar sem Íþróttafélagið Keflavík hefur aðsetur meðal annars og hér eru við að horfa inn í salinn. Þetta er nýstandsettur salur, mjög fínt salur með svona öllu því helsta sem þarf til og myndinni hérna í miðjunni erum við að sjá nemendur í áfanga sem er mælingar og greiningar. Hér er verið að meta svona hreyfimynstur hjá einu nemandanum í svo kölluðu hnébeygju-prófi og myndinni til hægri er svo sem það sama að gerast. Hér er annað próf sem er verið að einn nemandi er að framkvæma og svona verið að meta hreyfifærnin og hreyfigetuna. En þetta er svona að sjá hérna hvernig aðstæðan okkur lítur út. Og hér er svo kostnaður fyrir veturinn sem er nú að klárast 25-26 veturinn og þar þá kostaði fullt nám 222.000 krónur, það er að segja bæði haustönn og vorönn. Önnur önnin kostar 111.000 og fyrir þá sem eru ekki að taka fullt nám þá kostar það bara minna. Það er alltaf 6.000 krónur í innritunargjald og svo kostar hver eining
3.000 krónur, þannig að ef við takið sem dæmi 1 5-eininga áfanga á ekkert meira, þá er það staðfestingargjaldið pluss 5 sinnum 3.000 sem eru þá 21.000. Tölur fyrir næsta vetur, veturinn 26 til 27 eru ekki tilbúnar, en þær verða eitthvað mjög svipar þessu, kannski einhverja lítil hækkun eins og gengur. Og að lokum algengar spurningar sem að fólk er svona veltað fyrir sér: get ég stundað námið hvaðan sem er af landinu? Svarið er já við því og rauninni hvaðan sem er í heiminum, en það er samt þessi skylda að mæta í staðlóturnar í Reykjanesbæ. Þannig að ekkert mál að gera það í rauninni hvað sem maður býr á landinu, en það kostar þessi ferðalög. En við höfum verið að taka inn nemendur allstaðar af landinu, og þannig að það gengur bara mjög auðveldlega upp. Er möguleiki að vinna með náminu? Við ráðleggjum sem fólki ekki að vera að vinna mikið með þessu, en vissulega er það undir hverjum einum komið, hvernig aðstæður eru og svo framvegis, en að vera í fullu námi er bara eins og vera í fullri vinnu. Þannig að þetta getur orðið ansi mikið og krefjandi og nánast ógerlegt ef einhver ætlar að vera í fullri vinnu og taka fullt nám. Þá höfum við gjarnan bent á það má alveg taka námið á lengri tíma, til dæmis á 2 árum. Það getur verið eitthvað áhugaverður valmöguleiki fyrir þá sem að vilja stunda vinnum samhliða. Er námið hugsað fyrir fólk á ákveðnum aldri? Nei, það er ekki að hugsa fyrir neitt ákveðin aldurshóp. Nemendur eru að koma hérna inn á öllum aldri, má segja. Þannig að svarið þessu er bara nei, allir velkomnir í námið fyrir þá sem hafa áhuga fyrir þessu. Og næsta spurning er: gerð krafa með nemendur séu í góðu líkamlegu standi? Nei, það er ekki gerð nein krafa það er ekki nein inntökupróf þar eða neitt þannig. Það má segja sé svona kannski eðlileg krafa að viðkomandi sé færum að geta framkvæmt þessar æfingar sem við erum að kenna, svona þessar helstu hreyfingar, séu þokkalega færir að geta hreyft sig, en kannski má segja sé einhver grunn krafa, annars er engin svona opinber krafa varandi líkamlegt ástand. Get ég tekið undanfara áfanga í FS eða Fjölbrautaskóla Suðurnesja? Já, þeir eru allir í boði í FS, en þeir eru kenndir í staðnámi, og þannig að það er ekki hægt að komast í fjarnám þar. Það eru aðrir skólar hins vegar sem eru að bjóða upp á þessu áfanga í fjarnámi fyrir þá sem eru kannski ekki á svæðinu og hafa ekki tök á því að sitja dagskólan í FS. Og get ég sótt á þess að hafa klárað alla undanfara áfangana? Já, það er hægt að sækja og svo kemur það bara í ljós þegar við farið yfir umsóknin hver staðan er, hvort að viðkomandi standist þessa forkröfur. Við höfum sem alveg hleypt nemendum af stað inn í sérgreina árið, þó að sé ekki alveg búið að klára alla undanfara áfangana, en það þarf að vera búin, þið þurfum að vera búin með ákveðin áfanga til að geta komist af stað, en það eru alveg dæmi að nemendur hafa farið af stað með eitthvað óklárað sem að viðkomandi þá reyndi að klára bara samhliða sérgreina árinu, eða jafnvel eftir að sérgreina árinu er lokið. Það er þá kannski einhverju svona almennir áfangar sem að tengjast ekki beint þjálfun. Getið ráðið námshraða? Já, nemendur geta stjórnað því. Fullt nám er þessar 35 einingar sem er í rauninni svona rúmlega fullt nám, 30 einingar gjarnan miðað við sé fullt nám. Þannig að það verður alveg nóg að gera. En að taka námið á 2 til 3 árum er ekkert mál. Það er kannski spurning að vera ekki of lengi að þessu, þetta sé fara að gleymast einhver hluti að þessu, því að áfangarnir í sérgreina árinu hanga svolítið saman. Það byggir svolítið upp, þannig að það er óþægilegt að taka sér langa pásu og koma aftur og verða kannski múin að gleyma einhverju sem er gert ráð fyrir að viðkomandi sé með á hreinu þegar aftur er komið í námið. Og næstu skref hjá mér, ef ég hef áhuga, það er annarkvort að kíkja bara á heimasíðuna okkar betur og sjá hvort það ég sé ekki öll svörin við spurningunum þar. Það er líka að senda mér tölvupóst, og ef það er engar spurningar varðandi þetta, þá er bara næsta skrefurinn að sækja þegar umsóknarfresturinn, þegar opið fyrir umsóknir. Það er svona kannski síðasta skrefið í umsóknarferlinu, það er að setja bara inn umsókn og svo verðum við Fjölbrautaskólinn í sambandi í framhaldi af því.
Og ef við kíkjum þá að lokum bara hérna á svona upplýsingar, fss.is er sem sagt heimasíðan og svo getið þið svona fikrað ykkur áfram þar inni þá til þið finni heimasíðu námsbrautarinnar og þá er það þessi síða hér sem birtist hérna og vonandi finnið þið þar inni bara svör við öllum ykkar spurningum og ef ekki þá getið þið sent mér bara tölvupóst á elvar.sagason@fss.is sem stendur hérna á heimasíðunni. Og svo erum við að fikra okkur aðeins áfram á Instagram, _þjálfun, ef þið viljið vera með þar. En annars hvet ég ykkur bara til að skoða þessar upplýsingar vel og aftur senda mér einhverjar fyrirspurnir ef það er einhverjar. Og námið er í rauninni bara fyrir alla sem hafa áhuga fyrir svona enga- og styrktarþjálfun, hvort sem það til þess að með það markmið að fara að taka sér skjólstæðinga í þjálfun eða bara einhverjar aðrar forsendur, jafnvel kannski bara fyrir sjálfan sig til þess að þjálfa sjálfan sig eða einfaldlega viðkomandi hefur bara áhuga fyrir þessum málum öllu saman, þá er það bara undir hverjum og einum komið á hvaða forsendum viðkomandi kemur inn í þetta nám. Þannig að endilega verið í sambandi ef þið hafið spurningar. Ef það er engar spurningar þá bara laumið þið bara inn umsókn og við verðum í sambandi í framhaldi. Takk fyrir.